Af hverju á ungt fólk að spara? Ungt fólk hefur bara tímann svo rosalega fyrir sér og þegar kemur að sparnaði þá held ég að það á svo vel bara því fyrir því betra að byrja. Það er ótrúlega stutt að það svona kemur að því að taka ákvarðanir einhverjar stærri fjárfestingar. Fara í nám, kaupa sér bíl, kaupa sér íbúð. Það er svona oft styttra í það en maður heldur og þá getur verið rosa hjálplegt að hafa byrjað snemma að spara og geta látið slíka drauma verða veruleika. Og þú veist, þegar það er að tala um að byrja snemma, hvað er það fyrsta sem maður ætti kannski að gera? Fyrsta sem maður myndi kannski mæla með að allir myndu gera sem eru byrjaðar að vinna væri að fá sér viðbótarlífeyrissparnað. Það er þá sparnaður þar sem að tekið er örlítið hluti af launum, alltaf inn í viðbótarlífeyrissparnað og þar leggur launagreiðandi mótframlag á móti þannig að leið þú byrjar þá mætti segja að launin hækki þarna örlítið. Gríðarlega mikilvægt fyrir ungt fólk að byrja á þessu af því að þetta er í dag hægt að nýta í útborgun á íbúð. Þegar kemur að sparnaði er svo mikilvægt að setja sér eitthvað markmið, finnum hver mánaðamót, hvað maður getur lagt til hliðar og læra svolítið kannski að finna sér eitthvað smá sem hægt að sleppa. Án þess kannski að það hafi eitthvað áhrif á lífsgæði, það þarf ekkert að hægt að vera gaman. Eitt sem ég held að sé líka mjög mikilvægt er að setja sér þá reglu og temja sér það að eiga fyrir því sem að verið er að kaupa. Það er dýrt að skulda. Þannig að ef maður er alltaf með yfirdrátt og á eitthvað afgangs sem getur farið í sparnað, þá er ágætis svona sparnaðarleið að byrja að borga niður yfirdráttinn. Koma honum á 0 og þá er þetta að nota síðan þá fjárhæð í sparnað og byrja að búa til inneignina. Stundum er það líka þannig að maður byrjar að sjá sparnaðinn vaksa og byrjar að sjá að það er hægt að leggja fyrir, þá er líka kannski auðveldara að sleppa einhverju. Og þá er það kannski orðið pínu kappsmál. Og ef það er komið upp í vana og orðið partur af rútínunni, þá er líka auðveldara að halda því svo áfram til framtíðar og auka við það síðar. Ég held að það sé bara svona kannski fyrsta skrefið og mikill hvati í því að vera búin að setja þessu svolítið markmið. Getur hreyft ég vel við keppnisskapinu að ná því. Fylgja einhver eftir. Já, geta keypt sér bílinn eða komast í fríið. Með sparnaðarleiðir, er bankinn með einhverja þjónustu sem maður getur nýtt sér til að koma sér af stað? Já, það er þjónusta í kringum það. Það geta verið innlánsreikningar, svona sparireikningar eins og margir þekkja, en það getur líka verið reglubundinn sparnaður inn á ákveðna sjóði. Og ég held að sé rosalega hjálplegt að hafa þetta í einhverju svona föstu formi. Að maður þurfi ekki sjálfur að muna eftir því og þurfa svona alltaf að hafa fyrir því að það er líka auðvelt að sleppa því. Þegar þetta svona safnast saman þá er svolítið mikilvægt líka hvernig maður ávaxtar þessa fjármuni. Ég held að besta ráðið væri að fara í bankann sinn og fá það ráðgjöf varðandi sparnað og geta þá borið upp nákvæmlega hvert er markmiðið fyrir hverju ég verið að spara. Það er mikið af upplýsingum á netinu, margt af þessu hægt líka að stofna í netbankanum. Svo er líka hægt að hafa samband við bankann sinn og spurja þess út í þetta og fá bara smá svona aðstoð við það að velja það form sem hentar best. Ef ég væri krakki og væri að eyða allt of miklu, hvað myndirðu segja við mig? Hvað myndirðu segja mér að gera? Ætli við myndum ekki bara setjast niður saman og renna þess yfirlitið þín af greiðslukortunum og skoða í hvað þú værir helst að eyða. Finna okkur svona það sem að mætti sleppa og fara síðan og stofna reglubundinn sparnað og byrja að spara. Og ef þú værir með vinnu, þá myndum við, ekki spurning, við myndum líka stofna til viðbótarlífeyrissparnaðar og það væri svona draumar að rætast þegar að síðan er búið að spara fyrir því sem okkur langar í. Hægt að fara í ljós og drekka orkudrykki. Já, ég veit.